Stjórnarmyndunarviðræðum 5 flokka undir forystu Katrínar Jakobsdóttur lauk núna síðdegis. Hún sagði sjálf að málefnaágreiningur væri aðalástæðan en einnig skortur á sannfæringu flokkanna að þetta samstarf gæti haldið. Birgitta Jónsdóttir, þingflokksformaður Pírata og Benedikt Jóhannesson, formaður Viðreisnar, eru sest hjá Helga til að fara yfir málin. Velkomin bæði tvö. Það hefur ekki alveg verið, ekki alveg ljóst, að minnsta kosti á yfirlýsingum fulltrúa þessara flokka núna undir kvöld. Annars þá hverjir slitu og nákvæmlega hvers vegna. Þú áttir fund með Katrínu þarna rétt áður en þetta var tilkynnt. Voru það í raun þið sem slitu þessu, Benedikt? Er það? Nei, ég held að séum kannski ekki rétt að meta það alveg þannig. Katrín lagði mikla áherslu á það að í dag myndu menn flokkarnir saman ákveða hvort við færum í það að reyna að setja saman stjórnarsáttmála þar sem menn væru þá komnir býsna langt, heldur þessi verið að komna býsna langt til þess að ná slíkum sáttmála saman. En óskaði eftir því jafnframt að kæmu býsna skýr svör frá flokkunum hvort þeir treystu sér í það næsta skref. Og miðað við það sem hefur nú komið fram svona undanfarið í þessum viðræðum sem ég vil nú segja hafa verið afar gagnlegar og uppbyggilegar. Það var allir nálgast þær af einurð og heiðarleika og við sannarlega vorum vongóðum að þetta gæti skilað árangri. En svo kemur bara á daginn og Katrín reyndar sagði það nú strax upp að þetta eru auðvitað ólíkir flokkar og þó svo að menn rauni auðvitað einlægni að ná saman að þá verða menn auðvitað að vera trúir bæði sinni stefnu og sínum stuðningsmönnum og þegar við erum komin með það að allt í einu kemur í ljós að ríkisfjármálin standa ekki eins vel eins og við töldum, ég held við höfum öll talið það að ríkisfjármálin stæðu betur, að það voru konar hugmyndir töluvert miklar skattahækkanir, skattabreitingar á ýmsum sviðum sem við feldum okkur ekki við og svo var það sem var svo sem vitað í upphafi að á milli flokkana töluverður munur til dæmis í sjávarútvegsmálum þar sem við höfum talað fyrir kerfisbreytingum og í landbúnaðarmálum sem reyndar var lítið farið að ræða nema bara að skýra það hvernig stefna flokkana væri. En bara þannig að þú svarir spurningunum minni Benedikt, að mér heyrst þú vera að því, það raun og veru þið sem treystuðu ykkur ekki lengra þannig að þið sem slíti. Nei, ég veit ekki hvort á að segja það þannig, af því að auðvitað hefði til dæmis Katrín geta treyst sér til þess að nálgast okkur, en það var þarna mikið bil á milli og það var örugglega mest, hugsa ég, í þessum málum á milli Viðreisnar og frjálslyndu flokkana kannski og VG. Þannig að þið treystuðu ykkur ekki lengra á þeim forsendum sem hafa verið lagt upp? Ég vildi bara upplýsa hana þetta og en auðvitað þetta hennar ákvæða það að það væri miklar efasemdir hjá okkur að flokkarnir getur náð saman þessi mál og verið áfram trúir sinni stefnu. Birgitta, hvernig upplifðu þið þetta? Því að Smári McCarthy var frekar afdráttalaus áðan þegar hann talaði að það væri ekki rétt sem væri haldið fram að það væri einhver munur á milli flokka í þessum viðræðum varðandi til dæmis sjávarútvegsmálin. Kom þetta þér á óvart? Já, þetta kom mér mjög óvart. Ég hélt að við ættum eftir töluvert mikla vinnu við að finna lausnir og ég skynjaði að við lögðum fram til dæmis sáttatillögu varðandi sáttaleið varðandi sjávarútvegsmálin til þess að reyna að hjálpa að búa til brú á milli Viðreisnar og VG og sem er það málamiðlun á okkar hálfu og við vorum að vinna bara í að finna tekjur í gær og í dag og Samfylkingin var líka að vinna í því þannig að kom okkur rosalega óvart að við skildum ekki allavega að prófa að ræða landbúnaðarmálin. Ég held að það hafi verið mjög gagnlegt fyrir okkur öll að ræða hvað við getum gert þar, þetta nálgast eitthvað. Það sem mér þótti líka, mér fannst þetta ekki tímabært að klára þetta í dag. Það var mín tilfinning. Mér fannst við einhvern veginn vera á þeim stað bæði í hópavenninni og á þessum fundum formannina að það var fullt tilefni til að halda áfram. En ég ber alveg virðingu fyrir því ef að fólki finnst að vera að fara yfir einhver sársaukaþröskuld, en þá myndi ég gjarnan vilja vita hver þessi sársaukaþröskuldur Þannig að maður geti skilið hvar á maður að nálgast hina.
og það var ekki skýrt að hálfu Viðreisnar Nýja Bjartrar framtíðar. Að því að eins og Benedikt lýsir þessu þá þetta svolítið eins og það hefur verið settir svolítið afarkostir framvinduna áfram. Var það þannig líka við ykkur þá væntanlega? Það var bara rætt á þessum fundi. Ef við höfum viljað meiri tíma þá er alveg vissum að Katrín hefur verið tilbúin til þess að skoða það. Og því miður það bara einhvern veginn fór þessi dagur svolítið í súginn út af því að það tókst ekki að ná öllum þingflokkun saman til að ræða hlutina og svo framvegis. En sko það sem eiginlega mér finnst sorglegast við þetta er að við vorum hana með allt litrófið. Við vorum með frjálslyndan miðju hægri flokk og svo vorum við Bjarta framtíð, svo vorum við Pírata, svo vorum við Samfylkinguna og svo Vinstri græna sem er mjög langt til vinstri. Ef við hefum getað komið okkur saman einhvern ramma bara næstu út þetta kjörtímabil og komið á upphafinu af ákveðnum kerfisbreytingum að það hefði haft rosalega mikla þýðingu fyrir samfélagi heild út af því að þarna vorum við með svo stórt spektrum. En felst ekki mitt vandamálið í tækifærinu sem þú ert að lýsa að þarna bara allt of langt á milli? Ég skynjaði það ekki þannig. Ég skynjaði það alveg hægt að mjaka þessum bæði hægri og vinstri flokkum nær. Það var mín tilfinning. En þú veist, nú er staðan þessi og hún er svolítið flókin. Mér fannst nefnilega svo frábært að við vorum hana 5 mjög ólíkir flokkar að tala saman á mjög víðum grunni og við náðum þó þetta mikið saman marga mikilvæga þætti eins og til dæmis stjórnarskrána og ferlið í kringum hana. Við náðum saman á málefnafundunum ótrúlega marga mikilvæga þætti í ólíkum nefndum hvernig við getum unnið saman í framtíðinu og vonandi verður byggt á þessu hvað svo sem gerist núna í vinnu á þinginu. Sko Benedikt, þið talið að það og Bjarni Benediktsson hefur nú reyndar sagt að það sé alls ekki rétt en þið segir sem þetta hafa fengið upplýsingar í gær sem bendur til þess að fjármálin væri í allt öðru horfi heldur en að lýst hafi verið. Þá kannski veltum maður fyrir sér, sko, var ekkert farið að skoða þau mál í stjórnarmyndunarviðræðunum sem þið voruð í við Sjálfstæðisflokkinn? Nei, það var reyndar ekki byrjað á því. Þannig að því leyti voru þær kannski skemmra á veg komnar, má segja. En er það ekki það sem maður hefði átt að byrja á? Eða? Jú, maður svona kannski taldi að þar væri nú svona meiri vitneskja við hinn enda borðsins, sko, í þessu. Það sem þetta liggur í, sko, því að á síðustu viku þingsins eða þar bil eru samþykkt útgjöld eða þingsályktun vegáætlun upp á 13,7 milljarða er það ekki og svo eru samþykkt líka breytingar á almannatryggingalögunum og samanlagt kostaði þetta yfir 20 milljarða króna og þegar menn fara síðan að kanna ríkisfjármálaáætlun og ég ætla nú bara að segja það að allir flokkar bera mikla virðingu fyrir því, allir þeir sem voru í þessu ferli báru virðingu fyrir því að við ættum að virða þau mark, þannig að það var ekkert svona yfirboð það hver gæti búið best á einhverjum ákveðnum sviðum. Allir voru sammála það að ef að þetta koma viðbótar útgjöld þá yrði að fjármagna það og við vorum vissulega byrjaðir að skoða það með ágætu hugviti. Hvað var rætt þar? Já, þar var rætt til dæmis hvort það væri hægt að fresta ákveðnum þáttum en við vorum bara svona að hugsa er hægt að ná einhvers staðar meiri arði út úr fyrirtækjum sem ríkið á og svo framvegis. Við vorum bara svona að velta fyrir sér. Landsbanki Íslands til dæmis. Það var rætt sérstaklega og við vorum að ræða það hvað á að gera til dæmis með, nú eru ákveðnar skattalækkanir núna áramótin sem eru búðar á að það sem á að fækka eitt þrep, þetta fresta því 1 ár bara í ljósi þessara stöðu. Þannig að þetta eru atriði sem við vorum bara að byrja að skoða og svo ofan á þetta þá voru menn með ýmsar hugmyndir breytingar. Það þyrfti að bæta í heilbrigðiskerfið og það þyrfti að bæta í skólakerfið og svo framvegis og það var greinilegt að það yrði mjög erfitt fyrir næsta ár. Ég held að allir flokkar hafi verið komnir inn á það að það yrði mjög erfitt að gera það í upphafi. En Birgitta, þetta sem Benedikt er að lýsa, þessir, ef við skildar rétt að þetta sé 20 milljarðar sem geti vantað, er það eitthvað sem átti í sjálfu sér
og hvernig gat það komið mönnum á óvart? Því að nú hafa menn ekki yfirsýn yfir þetta, er þetta bara geymt inn á einni tölvu inn í fjármálaráðuneytið, hvernig virkar þetta? Það átti eftir að reikna þetta inn í gögnin sem voru til staðar inn á þingi, en að sjálfsögðu þannig að maður bara tekur reiknilíkani að því hver ríkisreikningurinn er og bætir svo við þessum ríflegu kosningaloforðum sem oft eru efnd þegar að vera að klára kjörtímabil, að þá hefði þetta ekkert átt að koma í sjálfsögðu óvart. En býta, af hverju þetta þá að koma mönnum á óvart? Því að þið eru öll búin að fara í gegnum kosningabaráttu þar sem þið hafi verið svona að tala að þetta líti allt vel út og þið séu mjög, en þið séu mjög ábyrg og þið svona hafið presenterað ykkur svolítið þannig, ég meina, gleymdu þið svona að reikna saman þetta minnst að kosti kemur fram núna, en þetta kannski, þetta sýnir bara að það hefur verið mjög erfitt á ýmsum öðrum sviðum heldur en bara þessum sviðum, og það ýtir þá mjög undir það ef menn ætla að fara í mjög mikla innviðuppbyggingu, að þá hefði orðið að gera það með skattahækkunum, og þar var við að tala um hátekjuskatt og auðlegðarskatt og en það er ekkert mikið skatt, í raun og veru. Já, auðlegðarskatturinn var settur upp á 10 milljarða til dæmis. Já, ef það var bara eitthvað sem var ekki búið að ræða, hvar þakið væri vandi það. Og það var líka að tala um gistináttagjald upp á 5% sem var á sérstofni, sem hefði hjálpað við innviða uppbyggingu inn í sveitafélagunum, þar sem er mest af ferðamönnum, og ég vil tala um að nota hluta af því þá í byggðasjóð, þannig að þau sveitafélag sem fá mikið af túristum í heimsókn gist ekki, myndu líka njóta góðs af því í tengslum við innviða uppbyggingu. Það var talað um komagjald til landsins, það var talað um að lækka afsláttun sem fólk fær á tollinum þegar það er að fara úr landi. Það er mjög hátt með við öðrum löndum. Og það var farið í alls konar, það var byrjað að skoða alls konar mjög mikilvæg leiðir til þess að ná peningum inn í innviði, en auðvitað er það þannig að við erum með fjárlög fyrrverandi ríkisstjórnar og allir sem hafa einhvern tímann tekið við stjórnum hafa alltaf þurft að lifa með þeim, og við erum sérstaklega erfitt í stakk búið núna út af því að það var kosið svo seint, þannig að það er litlu hægt að breyta, og ef að maður hefði nú komið bara fram með góða áætlun hvað þessi ríkisstjórn ætlar sér að gera út kjörtímabili, þá er ég sannfærð um það að fólk myndi sýna því umburðarlyndi ef það væri ekki eins mikið í kassanum, en ef við hefðum raunhæfa áætlun hvernig við ætlum að breyta fiskveiðikerfinu þannig að það kemur peningar þar í gegn, og raunhæfa áætlun hvernig við gætum hagrætt í samfélaginu til þess að setja peningana þar sem þörf er á, eins og í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu, og við erum að fara í erfiða tíma, það verður að klára á upplýstan hátt samninga lífeyrissjóðina áramótin, annars hækkar prósentan sem fólk þarf að borga á mánuði í lífeyrissjóðina sína. En Benedikt, því að þið talið er það alveg skýrt frá ykkar sjónarhóli það þið viljið ekki hátekjuskatt, þið viljið ekki auðlegðarskatt, þið viljið bara ekki hækka skatta, og þá lítur næsta spurning að vera með hvernig staðan er sem þið eru að lýsa núna. Eru þið þá svolítið bara að henda inn handklæðinu að þið treystið ykkur ekki til þess að fara í það sem þið töluðu meðal annars fyrir kosningar, sem til dæmis innspýting í heilbrigðiskerfið og allt svona, eru þá forsendurnar fyrir þeim loforðum eitthvað brostna? Já, nú skulum við aðeins fara yfir hvernig við ætlum að fjármagna það. Við ætlum að fjármagna það til dæmis með því að byrja á því að borga niður meira af ríkisskuldum, þannig að það losnaði peninga frá vöxtum. Við ætluðum að koma á markaðstengdu auðlindagjaldi sem hefði gefið viðbótartekjur. En það gerir það ekki fyrir næsta ár? Nei, vissulega hefði það ekki gert það, en það verði þá komað næsta korti, og þar virtist vera svona mismikill áhugi, skulum við bara segja, og mismunandi útfærslur á því. Það var svona viss áhugi á því að hækka bara gjaldið einhliða og hafa enga markaðstengju, vegna þess að það er bara núna sem er mikið áhyggjuefni í samfélaginu öllu, að vegna styrkingar krónunnar að þá eru útflutningsfyrirtæki bara að horfa fram á mjög erfiða tíma, og þá er ég ekki bara að tala um sjávarútvegsfyrirtæki, ég er að tala um ferðaþjónustufyrirtæki sem að eiga erfitt með að
nú eru uppfylla samningar sem voru gerði þegar að krónan, eða þegar evran var á 140 krónur, nú er 120. Við erum að tala hugbúnaðarfyrirtæki. Já, við vitum alveg hver í útflutningi. Ég var að spyrja út í skattahækkanir. Já, ég að tala það að við erum bara að horfa hér á mjög erfiða tíma framöndan. Við höfum talað það að væru ákveðnir skattar sem við verum alveg til í að skoða, til dæmis grænir skattar, ýmis gjöld á almennt á orku og auðlindir almennt. Við höfum talað það, við höfum talað að það mætti horfa á gjöld sem að tengjast túrisma, til dæmis að taka upp bílastæðagjöld á ferðamannastöðum. Við höfum talað líka gistinóttaskatt. En ekki hátekjuskatt. Hátekjuskatturinn sem átt að vera, ég kíkti á það svona að ganni, hann hefði lagst að stórum hluta á sjómenn. Það ef að þakið hefði ekki verið hækkað. Það var verið að tala að væri möguleika að hækka það kannski upp í 2,5 milljón eða eitthvað slíkt. Jú, en það hefði enga síður mest verið sjómenn sem hefðu fengið það. Eru sjómenn með 2,5 mánuði? Já, sumir, já. Og þannig að það eru líka læknar sem við erum að reyna að fá heim. En skiptir einhverju máli í hvaða störfum menn eru? Nei, ég bara segja, það skiptir eins og máli bara við vitum hvar þetta lendir. Já, en við áttum alveg eftir að fara í þá vinnu. Það er það sem ég saknaði. Já, ég bara segja, svona hefði þetta orðið, þannig að bara með viti hvaða skatta var verið að tala nú. En þessi skattar voru einmitt sem við vorum með á sínum tíma voru nú ekki vinsælir vegna þess að þeir eru skattar eru það nú sjálfnast. Nei, en þeir eru ekki tengdir tekjum heldur bara eignum. Og það er vandinn. Ég held að sé miklu eðlilegra að skattleggja annað neyslu eða tekjur, en ekki það sem við erum til dæmis, viljum vera með þessa grænu skatta, þannig að við höfum einhver áhrif, kolefnisgjöld og svo framvegis, en ekki að vera með ofurskatta á eignir. En hvað, bara svona í lokin, það verður ég að fá að vita, hvað finnst þér, Birgitta, að eigi að gerast núna? Finnst þér að Katrín eigi að skilja umboðinu og á að afhenda ykkur það? Ég held að það sé best að Katrín fái að gera það sem hún hefur óskað eftir, að fara yfir stöðuna, og hún ætlar að hitta forsetann á morgun, og ef að henni tekst ekki að finna leið til þess að mynda ríkisstjórn, þá skilur hún umboðinu, en ég ætla ekki að fara að hlutast með það fyrir að það liggur fyrir hvernig staðan er. Hvernig gengur hjá henni að finna einhverju lausn á mjög erfiðri stöðu? Benedikt, þið eigi bara eftir að ræða við Framsóknarflokkinn og mér hefur nú heyrst að það sé ekki líklegt, fyrir utan að þið hafi nú ekki þingmeirihluta, en enga síður. Hvað, eru þið ekki búin að mála ykkur svolítið út í horn núna? Nei, ég held að við höfum nú bara sýnt að það eru málefni sem ráða, en kosningarnar fóru málefni ykkar sem ráða svolítið? Já, málefni eiga að ráða þegar menn eru að koma. Þetta snýst nefnilega ekki það bara að sitjast í einhverja ríkisstjórnarstóla. Það er auðveldaleiðin. Enginn vant að fylla þessa stóla, fullt af fólki sem vil sitja í þeim. En það er hins vegar ekki það sem ég vil. Ég vil að við höfum áhrif á kerfisbreytingar og Birgitta nefnir það réttilega. Við erum búin að finna til dæmis ákveðnar leiðir í stjórnarskrármálum, ákveði ferli þar, og ég held að þessar viðræður okkar núna að vera mjög uppbyggilegar upp á það og gefa góða vonum að samstarfi á þingi verði betra heldur en var með á síðasta kjörtímabili. Þannig að ég held að nú verða menn bara að hugsa þetta upp á nýtt. Það er nú bara þannig, en ég ætla ekki að segja að það sé þessi eða ég sem eigi að fá þetta heldur verið forsetinn að einlega sitja uppi með þann kalleik. Já, en má ég bara líka segja eitt bara lokum, mér langar til að hrósa Katrínu Jakobsdóttur fyrir mjög góða verkstjórn. Hún gerði þetta mjög vel og VG sem hafði umsjón með þessu ferli og við erum öll miklu upplýstari fyrir vikið og það er allavega gott. Já, en það er eftir sem áður það slitnaði upp úr þessu öllu saman. En ég ætla að skipta yfir til Þóru. Takk kærlega fyrir.